Ok, Viktor, komin í U21 landslið, bara svona, hvernig finnst þér? Bara geggjað. Bara mjög spennandi að vera loksins komin hingað og bara spennandi verkefni og spennandi leikir, svo ég er bara mjög spenntur. Varstu kannski að búast við kallinu mögulega í annarslið í þessum glugga? Ég meina auðvitað hefði verið gaman að fara í annað landslið en auðvitað skipti þessi leikjum líka máli en það hefur verið mjög gaman. En ég er mjög spenntur að spila þessa mikilvæga leiki og hjálpa vonandi liðunum að komast áfram. Hvernig líst þér á leikinn á morgun gegn Íslandi? Bara spennandi leikur. Ég hef voða lítið séð frá Íslandi hvernig þeir spila en ég held að það verður bara mjög góð leikur og ég held að við þurfum að fókusa á að spila okkar leik og þá vinnum við hann. Þannig svona eins og að þú lítur alla riðilinn, finnst þér að vera einhver möguleikar hérna í boði? Já, auðvitað þetta er hörkur riðill í bara ég held að það geta allir fara áfram ef þið spila vel svo ég held að það er hörkur möguleikar að fara áfram svo ég held að við verðum bara að gera okkar á morgun og svo tökum við með restina á móti Frökkum. Mér langar að fara aðeins yfir hérna, hvernig er staðan hjá FCK þessa dagana? Hún er bara eins og hún er, búin að ganga ekki svakalega vel í deildinni. Það er búið að vera mikið kritík í fjölmiðlum og svona og ég meina svona er bara fótboltinn og við verðum bara að halda áfram og ég vonandi bara tekar þetta aftur. Þú varst náttúrulega ekki í hóp í síðustu 2 leikjum. Fékkstu einhver útskýring á því? Já, það var bara meira svona, það var bæði bara hann vildi power í hópinn, við skiptum kerfi. Við skiptum í 5 manna svo hann vildi meira power og reynslu inn í þessa leiki svo hann gaf mér bara útskýra því að þetta var ég pirraður og að vilja spila alla leiki en svo þannig er það bara og svo kom ég í hóp í seinasta leik og gerði bara fínt. Er þetta svona, lítur það bara sem svona ákveðið motivation bara að ýta þig bara áfram og vera bara miklu betri? Já. Auðvitað þegar gengur illa þá er auðvitað pressa og kannski vill hann gera eitthvað annað en ég er bara að reyna að æfa fyrir mig sjálfan og gera mig betri þá hef ég engar áhyggjur að vera ekki í hóp næstu mundir. En svona, hvernig finnst þér stemmingin í klúbbnum? Þeir stuðningsmenn æfir, finnur þið fyrir því? Já, ég meina þetta þegar klúbburinn er svona stór í Skandinavíu þá náttúrulega eru heldur kröfur á manni. Fansin eru náttúrulega bara mjög reiðir núna og það er bara skiljanlegt en það er pressa en við verðum bara að halda áfram og vonandi tekar það eins og ég segja aftur. En var þetta þú varst náttúrulega á lista, goal, next gen, bara númer 41, bara fyrstu viðbrögð? Bara geggjað sko, ég sá þetta bara í gær og þú veist, það er bara geggjað að sjá nafni en maður er ekkert að pæla í þessu svakalega mikið sko. Það er bara geggjað að sjá mann á lista en svo er það bara move on sko. Það var eitt sem var talað á listanum að þú er náttúrulega með 3 mörk í 6 leikjum í Champions League og einn af þeim var til þess að móti Barcelona, bara hvernig er að skora á nývangi, Ég meina bara draumur. Ég trúði bara aldrei að ég myndi spila á nývangi á fótboltaferlinum mínum svona snemma en bara frábær draumur að skora og spila á Camp Nou og ég er bara mjög glaður með það.